þetta. En
Góðan dag, gott fólk. Nú hefst 78. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar hér í Þingey. Fundardagurinn 30. apríl 2026 klukkan 14:00. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson er fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Anna Bragadóttir, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson er fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Úlla Árdal, Haraldur Vóason og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs sem ritar fundargerð. Þá vil ég bara setja fund og gera einhver athugasemd við boðun fundarins. Svo er ekki. Þá ætla ég að fá ósk eftir að bæta eftirtöldum málum á dagskrá fundarins með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að bæta við undir lið 4 fundargerð framkvæmd og veitunefndar, þau vinsanlega skefum merki. Það er samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að setja á dagskrá undir lið 17 veiðifélags Skjálfandafljóts boða á aðalfund, vinsanlega skefum merki. Það er samþykkt samhljóða. Fyrsti liður á dagskrá er fundargerð skipulagsnefndar, en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 48. fundar sem er í 11 liðum og engir liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Skipulagsnefnd fundaði 22. apríl síðastliðinn og þar voru á dagskrá merkjalýsingar og byggingarleyfi. Þar á merkjalýsing í Altagerði 5, umsókn byggingarleyfi á Stórulaugum, umsókn byggingarheimild í Steinholti við Grímsstaði í Mývatnssveit og umsókn byggingarheimild á Björgum í Kinn og ásamt deiliskipulagsvinnu í Skógarmölum í Fnjóskadal og einnig kom inn á fundinn Atli Steinn Sveinbjörnsson og Ómar Ívarsson ráðgjafar frá landslægi og voru að kynna stöðu vinnu deiliskipulags á Laugum, og nefndin fór einnig yfir beiðni umsögn í varðandi endurskoðun aðalskipulags Svalbarðsstrandarhrepps og Hornafjarðarhrepps og einnig Grýtubakkahrepps. Á fundum var einnig fjallað umsókn vegna skipulags á Þeistareykjum þar sem að Landsvirkjun áformar að bæta nýtingu gufu á Þeistareykjum með virkjun toppþrýstings, og í sama fundi var einnig fjallað framkvæmdaleyfi vegna vegar að Vélarhúsi svokölluðu og fleiri. Ég mun ekki fara yfir þetta ítarlegar en svona. Þau gerir einhver athugasemd við þessa, þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð sem skilur ekki. Ég bæði engum að taka til máls, tókvættir. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Svo er ekki, þá látum við fyrir staðfestingu gilda. Næsti liður er fundargerð fræðslu og velferðarnefndar Þingeyjarsveitar frá 35. fundi frá 20. apríl síðastliðnum sem er í 7 liðum og engir liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar, og Ragnhildur ætlar að kynna fundargerðina. Já, takk fyrir oddviti. Þetta var sem sagt hvað sagðirðu, 35. fundur. Þarna voru engin mál sem þörfnuðust afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrsta mál á dagskrá var barst erindi frá foreldri leikskólabarna varðandi öryggi barna í leikskólum Þingeyjarsveitar. Þar var áhyggjum og vangaveltum að öryggi barna í leikskólum koma að framfæri vegna frétta af meintum kynferðisbrotum gegn leikskólabörnum í nokkrum leikskólum á landinu, og nefndin þakkaði fyrir erindið. Það er verið að vinna að því að gera skólaumhverfið öruggara fyrir bæði starfsfólk og nemendur til að lágmarka áhættu, en það var líka tekið skýrt fram, það er engin grunur neitt, þetta var bara fyrirspurn. Mál nr. 2 var varðandi skólaforðun, og fyrir nefndinni liggja drög að reglum skólasókn í grunnskólum Þingeyjarsveitar, og einnig liggur fyrir minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs skólaforðun og viðbrögð og hlutverk nefndar og sveitarfélags, og nefndin var bara ánægð með þessa settu
að settar séu sérstakar reglur þetta, en það er alltaf gott að hafa eitthvað til þess að fylgja eftir í öllum málum. Og nefndin fól sviðsstjóra að vinna reglurnar áfram með stjórnendum og skólaþjónustu í samræmi við umræður á fundinum. Nefndin samþykkti jafnframt drögin með umræddum breytingum. Þriðja mál var grunnskólarnir, skóladagatöl 2026 til 27 og fyrir nefndin lágu drög að skóladagatölum skóladagatöl grunnskólana í Þingeyjarsveit fyrir skólaárið 2026 til 27 og nefndin samþykkti fyrir sitt leyti skóladagatöl grunnskólana. Mál til kynningar, það voru leikskólarnir skóladagatöl 2026 til 27, það voru lögð fram til kynningar skóladagatöl leikskóla Þingeyjarsveitar fyrir skólaárið 2026 til 27. Nefndin þakkaði fyrir framlögð drög að leikskóladagatölum. Mál nr. 5, þá voru grunnskólar, útisvæði og leiktæki og sviðsstjóri kynnti stöðu mála á framkvæmdum á skólalögum fyrir fræðslu og velferðarnefnd. Þessi leiktæki eru væntanleg norður vonandi sem fyrst og nefndin þakkaði kynninguna. Sjötta mál dagskrá var yfirferð sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Hjördís fór yfir helstu verkefni mánaðarins og alltaf gott og gagnlegt að heyra hvað er að frétta, hvað hún er að gera. Og sjöunda mál var önnur mál og það voru nokkrar nokkur mál sem var komið á framfæri frá Stórutjarnaskóla. Það var til dæmis hugsa þurfi lóðaframkvæmdir í heild við Stórutjarnaskóla með tilliti til bæði leik- og grunnskólalóðar. Það er aðkoma gesta að tjörnum, hún verið færið og gerð verið bílastæði fyrir gesti tjarnar vestan við tjarnir og að lokum var óskað eftir því að Tjarnarskjóli séu útlitaðna í fjármunir fyrir nauðsynlegum húsgögnum í nýtt leikskólahúsnæði. Fleira var ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Svo er ekki þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerðin sem gefa merki. Fundargerðin er staðfest. Þriðji dagskrárliður á dagskrá sveitarstjórnar er fundargerð 4. fundar ungmennaráðs frá 24. apríl og ég ætla að renna yfir hana. Við afsakið Ungmennaráð fundaði 24. apríl síðastliðinn með aðstoð Gunnhildar Hinriksdóttur sem er starfsmaður nefndarinnar og þar var á dagskrá fyrsta mál varðar félagsmiðstöðvar Þingeyjarsveitar þar sem að verkefnastjóri lagði fyrir ungmennaráð drög að umgjörð og ráðið bókaði. Ungmennaráð er ánægt með framlög drög og felur verkefnastjóra að koma á upplýsingafundi í vor í skólum þar sem þessi drög eru kynnt. Mál nr. 2 var úrbætur í skóla og félagsstarfi í sveitarfélaginu en í kjölfar fundar með ungmennaráði 12. mars þá óskar sveitarstjórn eftir tillögum frá ungmennaráði úrbætur í skipulögðu skóla og félagsstarfi á vegum sveitarfélagsins milli allra skóla og ungmennaráð bókar svo. Ungmennaráð safnaði hugmyndum frá nemendum skólana og meðal hugmynda sem nemendur leggja til að verði gert til að efla samstarf er fleiri sameiginleg verkefni í skólunum, fleiri hittinga meðal skólana á árinu innan svega 3 til 5, fleiri sameiginlega félagsmiðstöðva viðburði innan svega böll til dæmis og að boðið sé upp á góðan mat á sameiginlegum dögum eða viðburðum. Þriðja mál á dagskrá ungmennaráðs er samningur styrk verkefna í almenningssamgöngum en Þingeyjarsveit hlaut á dögunum styrk til þess að koma á tómstundaakstur í sveitarfélaginu í miðstöðvastarf til að byrja með. Ungmennaráði er falið að leggja fram sínar tillögur að fyrirkomulagi aksturs og ungmennaráð bókar þannig að það fagnar styrkveitingunni og mælir með að akstursleið mögulegs tómstundabíls væri á milli grunnskólana til að byrja með. Verkefnastjóra falið að vinna áfram að því að koma á reglubundnum tómstundaakstri næsta vetur. Fjórða málið á fundi ungmennaráðs varðar ungmennaþing SSNE 2026 en 5 aðalmenn ungmennaráðs Þingeyjarsveitar
tóku þátt í ungmennaþingi SSNE á Húsavík þann 15. apríl. Ungmennaráð bókar þannig að ungmennaráð beinir því til sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar og til framboða í sveitarstjórnarkosningum að tryggja að ungmennaráð verði virkur og eðlilegur hluti af ákvarðanatöku sveitarfélaga samanber bókun ungmennaþings SSNE. Og 5. mál á dagskrá ungmennaráðs erindi frá umboðsmanni barna varðar sveitarstjórnar kosningar 2026 og lýðræðislega þátttöku barna og undir þeim lið bókar ungmennaráð að ungmennaráð tekur undir hvatningu umboðsmanns barna og skorar á sveitarstjórn að koma á umræðufundi með fulltrúum framboða til þess að kynna sig og sínum málefni fyrir nemendum í grunnskólum sveitarfélagsins. 7. liður á fundargerðinni varðar önnur mál og ungmennaráð óskar eftir því að erindisbréf ráðsins verði tekið upp. Því beint til sveitarstjórnar að lengja skipunartíma fulltrúa í alltaf 2-3 ár. Jafnframt óskað eftir því að nýtt ungmennaráð verði skipað fyrr á árinu, jafnvel strax í maí. Og ungmennaráð bókar þannig: ungmennaráð felur verkefnastjóra að leggja fram breytingar á erindisbréfi ungmennaráðs í samræmi við umræður á fundum vetrarins. Einnig var til kynningar að varðandi útileikssvæði að Þingeyjarsveit hefur fest kaup á leiktækjum til að setja upp á skólalóðum skólana 3. Ungmennaráð bókar þannig að það þakkar kynninguna og óskar eftir því að þegar fyrirhuguð staðsetning tækjanna verði skoðuð fái að minnstakosti einn fulltrúi nemenda hvers skóla tækifæri á að taka þátt í ákvörðun staðsetningu tækjanna. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Jóna Björg. Já, takk oddviti. Ég vil það bara byrja á því að þakka ungmennaráði fyrir þessa fundargerð og ekki síst þær tillögur sem að þau leggja fram í framhaldi fundar þeirra með okkur í sveitarstjórn þann 12. mars síðastliðinn sem var óbærslega góður fundur. Ég velti aðeins fyrir mig hvort að það sé ekki með einhverjum hætti að fylgja þessum hugmyndum þeirra betur eftir öðruvísi en að staðfesta fundargerðina, hvort við getum vísað þessum tillögum til umfjöllunar fjölskyldusviðs til útfærslu eða hvort við vísum þessu til við erum alltaf með aðila sem fylgir eftir þessum félagsmálum ungmenna af því að þarna eru bara fínur hugmyndir. Við þurfum að komast að því hvort þessi hægt, ekki bara láta þetta liggja í láginni. Eins þá kannski líka með þessar óskir þeirra varðandi leiksvæði. Nú svo vinna bara komin af stað að tækin, kastalinn kemur og það verið að hugsa næstu skref á leiksvæðum skólana með hvað hætti hægt að koma aðkomi þeirra því ég held að það væri mjög æskilegt. En já, ekki meira að svo stöddu. Eitthvað annað taka til máls þessa fundargerð? Svo ekki. Þá þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlegast gefið merki. Fundargerðin staðfest. 4. liður á dagskrá sveitarstjórnar fundargerð framkvæmda á veitunefndar en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 9. fundar framkvæmda á veitunefndar frá 30. apríl. Jóna Björg ætlar að kynna hana. Já, takk oddviti. Nú eins og framkom þá fundaði framkvæmda veitunefnd í morgun klukkan 10 þegar fundur var settur og fundinn sátu auk nefndarmannanna Knúts, Haraldar eða Halla og Jónu starfsmenn umhverfis framkvæmdasviðs þeir Rögnvaldur sviðsstjóri og Víðir verkefnastjóri. Fyrir fundinum lá minnisblað frá sviðsstjóra lágmarksframkvæmdir hitaveitu í Mývatnssveit og jafnframt eftir þess geti fundargerð að framkvæmdaveitunefnd sat fund með landeigendur Voga í gær þann 29. apríl. Nú fundargerðin með þeim hætti að eftir yfirferð þeirra gagna sem lágu fyrir fundinum þá leggur hún til 3 tillögur
sem eru eftirfarandi. Framkvæmda og veitunefnd leggur til við sveitastjórn að fela umhverfis- og framkvæmdasviði að framkvæma greiningu á rekstrarhæfi Hitaveitu Reykjahlíðar. Hluti af þeirri greiningu er að efla mælingar og vöktun. Það er fyrsta tillagan. Næsta tillaga er framkvæmda og veitunefnd leggur til við sveitastjórn að fela umhverfis- og framkvæmdasviði að gera kostnaðarmat vegna endurnýjun lagna sem þörf er á að laga. Á 2,4 km kafla með tilliti til hönnunar og gerðar fyrirspurnar. Framkvæmda og veitunefnd setur þó þann fyrirvara að framkvæmdir hefjist ekki fyrr en fyrir liggur greining á rekstrarhæfi veitunar og skýrt sé eignarhald veitunar vegna nýframkvæmda. Fundi var svo slitið 11:25. Takk fyrir þetta. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þá með leyfi var að oddvita að þetta var upplýsandi fundur með landeigendum í gær og með veitu starfsmönnum í dag og undirstrikar nauðsyn þess að, og bókanir nefndar er að bera þess vitni, að við þurfum að leggja þarna í vinnu við að skýra mál og rétt eins og í öllum okkar stofnunum. Þetta er endurskoðun sem á við til að ná utan hlutina. Þau ykkar, fyrir fundinum liggur því bókun. Sveitarstjórn staðfestir fundargerð framkvæmda og veitunefndar og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmda sviðs að vinna áfram þær tillögur sem koma fram í fundargerð. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefur merki og staðfest fundargerðin leið. Samþykkt og staðfest. Þá er komið að næsta lið sem er skýrsla sveitarstjóra. Gerður Svítryggsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Það eru sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að fara í stuttu máli svona yfir það sem helst hefur verið á döfinni í starfseminni hjá okkur undanfarið eða frá því að síðasta skýrsla var flutt. Og til að byrja með þá er það tékkið á íbúafjölda. Það er 1569 íbúar í dag, voru 1581 1. janúar. Þannig það er fækkun 12 sem er mjög eðlilegt á þessum ástíma. Þetta er í svona ferðaþjónustu sveitarfélagi eins og hjá okkur. En ef færum okkur yfir í starfsemina að þá er svona helst af stjórnsýslu og fjármálasviði að segja að þar hefur áherslan eiginlega bara frá áramótum verið á að ljúka ársreikningi sveitarfélagsins og verður hann afgreiddur eftir síðari umræðu á fundinum hér í dag. Umsýsla varðandi komandi sveitarstjórnarkosningar er alltaf þó nokkur og krefjandi, bæði undirbúningur atkvæðagreiðslna utan kjörstaðar og annað sem varðar undirbúning kosningana. Síðan er hafinn undirbúningur á rafrænum skjalaskilum sveitarfélagsins sem muni fara fram í fyrsta skipti á næsta ári 2027. Fjölskyldusviðinu, þar er vinna við samninga milli Þingeyjarsveitar og Janusar, heilsueflingar er á lokastigi og verður vonandi lagður fyrir sveitarstjórn á næsta fundi til staðfestingar. Einnig er verið að vinna endurnýjun samnings við félagsþjónustu Norðurþings og verður sá samningur til umræðu á fundinum hér í dag. Fjölskyldusvið er að vinna aðgerðaáætlun sem þegar kemur að skólaforðun nemenda. Það er að segja þegar nemandi mætir stoppult eða hættir að mæta í skóla einhverja hluta vegna. Slík tilfelli hafa komið upp hjá okkur eins og víðar og þá er mikilvægt að hafa einhvers konar aðgerðaráætlun með skýrri tímalínu aðgerða og úrræðum. Gripið hefur verið til þessi úrræðis að leita til Ásgarðsskóla sem er skóli sem starfar í skýinu og hefur það fyrirkomulag gengið mjög vel. Og er ánægjulegt að geta komið til móts við nemendur sem að lenda í þessari forðun. Nú fjölskyldusvið og framkvæmdasvið, einmitt í kjölfarið á fundargerð ungmennaráðs hér áðan, að þá fóru starfsmenn þessara sviða saman í ferð, í skoðanaferðir á skólalóðir sveitarfélagsins ásamt landslagsarkitekt. Þeir heimsóttu semst alla skólana til að taka út lóðirnar og finna nýjum leiktækjum stað og einnig var verið að skoða svona framtíðar áform varðandi lóðirnar í heild sinni.
Það var vel tekið á móti fólki á öllum stöðum og miklar hugmyndir og margar uppfærslur á skólalóðunum, bæði með starfsfólks og nemenda, og ungmennaráð hafði einmitt óskað eftir því að nemendur væri hafðir með í ráðum og það var orðið svo sannarlega við því í þessum heimsóknum og mun verða gert. En leiktækin eru sem sagt komin og verða vonandi komin á sinn stað áður en langt líður. Síðan var haldið núna í vikunni svo kallaður uppbrotsdagur í félagsstarfi aldraðra, en það svona dagur þegar að sameiginlegu dagur með eldri borgurum í félagi eldri Mývetninga og eldri borgarafélag Þingeyjarsveitar í lok vetrarstarfsins, og þetta komin hefð á þennan dag, en þá það framhaldsskólinn á Laugum sem býður okkar eldra fólki til hádegisverðar, og það var gert núna á þriðjudaginn, held ég farið rétt með, og að loknu dýrindismálsverði hjá Kristjáni kokki í framhaldsskólanum, og hans fólki var boðið upp á skoðunarferð gamla húsmæðraskólan þar sem að Dagbjört Jónsdóttir tók á móti gestum, og síðan endaði dagurinn með kaffiboði í boði Þingeyjarsveitar í Dalakofanum. Og það var 50 manns sem tóku þátt í þessu skemmtilega uppbrotsdegi sem var undir stjórn þeirra Ásdísar, Hönnu, Mörgu og Svönu. Á umhverfis- og framkvæmdasviði þar mikið í gangi, ekki síst á þessum árstíma þegar allt á fullu við að skipuleggja og undirbúa framkvæmdir sumarsins, sem eru ýmist, einhverjar framkvæmdir eru hafnar, einhverjum lokið eða í undirbúningi. Nýtt húsnæði fyrir leikskólan Tjarnaskjól í Stóri Tjarnaskóla komið vel á veg og verklok áætluð í júlí. Verktakar hafa boðað komið sína í næstu viku til að hefja endurnýjun efra þaksins á Ídölum. Gluggaskipti í syðri íbúð við Parhús Þingeyjaskóla eru langt komin. Nú gerð neyðarútgangs í Skjólbrekku lokið. Undirbúningsvinna við endurnýjun lagna í Lynghrauni í Reykjahlíð hafin, en þar eru fyrirhugaðar gagngera endurnýjanir á lagnum sem eru komnar til ára sinna. Endurnýjun á þaki íþróttasalar á Stóri Tjarna hefur tafist vegna þess að tilboðið sem barst í verki var hafnað, en þar unnið á úrlausnum og svo hægt verði að fara í verkið og ljúka því núna yfir sumartíman. Og eins og búið að koma fram að þá verið að undirbúa uppsetningu þessara nýju leiktækja, og það unnið að deiluskipulagi á Laugum. Skipulagsráðgjafar landslags kynntu fyrstu drög að skipulagsgreinagerð fyrir skipulagsnefnd núna á dögunum, og næstu skref í þeirri skipulagsvinnu samantekt tillagna ásamt fundum með landeigendum og helstu hagaðilum. Aðalskipulagi enn í vinnslu hjá Skipulagsstofnun, en nýlega kom í ljós kerfisvilla í skipulagsgáttinni sem leiddi til þess að þeir aðilar sem höfðu gert athugasemdir við skipulagstillöguna fengu ekki sjálfkrafa tilkynningu með tölvupósti þegar sveitarstjórn lagði fram samantekt á viðbrögðu við innsendum athugasemdum. Eins og gert ráð fyrir samkvæmt verklagi gáttarinnar og meginreglum stjórnsýslu réttar upplýsingagjöf og andmælarétt. Og þetta mjög hvimleitt, en framangreind kerfisvilla hefur verið lagfærð, og nú ættu allir sem sendu inn athugasemd við aðalskipulaginu að hafa fengið tilkynningu í tölvupósti. Starfsmenn sviðsins, umhverfis- og framkvæmdasviðs hafa verið að vinna í samráði við Heilbrigðisnefnd Norðausturlands við að uppfylla skyldur sveitarfélagsins varðandi fráveitumál á Laugum. Nokkuð hefur miðað í þeirri vinnu þó niðurstöður séu ekki fullnægjandi ennþá. Nú það var fundað með Samherja og heilbrigðisnefnd, forsvarsmanni heilbrigðisnefndar núna í vikunni, og farið yfir stöðu á úrbótum fiskþurrkunarinnar á Laugum varðandi fráveitu, lyktar og hljóðmengun. Og nú semst 4 mánuðir síðan verksmiðjan fékk nýtt starfsleyfi. Þó nokkuð hefur áunnist, en nýr hreinsibúnaður flókinn, svo það mun taka einhver tíma að ná þeim árangri sem vænst og við munum væntum þess að fá núna bara á næstu dögum svona greinagerð frá Samherja stöðumála og svona hvenar þeir reikna með að sem sagt svona kannski ekki fullnaður en svona verulegur ávinningur fari að finnast af þessum framkvæmdum öllum.
Og því miður hafa hitaveitubilanir í Mývatnssveit verið tíðar undanfarið og valdið notendum og starfsmönnum veitunar miklum óþægindum. Vonir standa nú til þess að unnt verið að gera á því bragarbót og eins og framkom hér hjá oddvita þegar að las upp fundargerð framkvæmda og veitunefndar þá, já, afsakið. Það er fyrst að taka fram hérna að starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs fóru í vettvangsferð í Bjarnaflag á dögunum til að kynna sér starfsemi Hitaveitu Reykjahlíðar og hérna fengu leiðsögn Lárusar veitusérfræðings og starfsmanna Landsvirkjunar en þeir hafa einmitt umsjón með viðhaldi á varmaskipta stöðinni. Ferðin var fróðleg og mjög mikilvæg fyrir starfsmenn, ekki síst það sem að starfsmenn sviðsins eru allir tiltölulega nýkomni til starfa hjá sveitafélaginu og þess vegna mikilvægt að kynna sér svona veitustarfsemi þar sem hún fer fram. Og já, síðan er þetta sem ég ætla að fara að nefna áðan að eins og kom fram í fundargerð framkvæmda og veitunefndar, starfsmenn veitna ásamt sveitastjóra og framkvæmda og veitunefnd funduðu með landeigendum í Vogum á dögunum að ræða framtíðarskipulag og rekstur veitunar í Mývatnssveit og munu þær viðræður halda áfram. Nú fjölmargir fundir hafa verið að dagskrá sveitastjóra eins og venja og má það nefna stjórnarfund menningarmiðstöðvar Þingeyinga, samráðsfund með sveitastjórn Norðurþings sameiginleg hagsmunamál, ársþing SSNE sem halda átti á Dalvík en var fært í netheima vegna veðurviðvörunar á þeim tíma, fundur með samtökum ferðaþjónustunnar vegna áforma ríkisstjórnarinnar hækkun virðisaukaskatts á Baðlón, reglulegu fundur með Markaðsstofu Norðurlands og Mývatnsstofu framgang aðgerðar áætlunar framtíð ferðaþjónustu í Þingeyjarsveit, fundur með sveitastjórum á svæðinu styrki sveitafélaga til ýmissa góðgerðamála og fyrirkomulag því tengdu, fundur með stjórn Tjarna HF mögulegar breytingar að verða aðgengi gesta eins og framkom, þetta er ábending sem að kom frá starfsfólki Stórutjarnaskóla og leikskóla. Nú það var íbúafundur á vegum Náttúruverndarstofnunar í Skjólbrekku stjórnunar og verndaráætlun sem er hafin, aðalfundur Sparisjóðs Þingeyinga, aðalfundur leigufélagsins Hvamms, fundur með stjórn Iðbæjar EHF möguleg slit á félaginu svo eitthvað sé talið. Nú fyrirhuguð bygging hjúkrunarheimilis og Húsavík var kynnt fyrir sveitastjórnarfólki og fulltrúum frá HSN í lok marsmánaðar. Laki og tengd félög áttu hagstæðasta tilboðið í útboði á vegum framkvæmdasýslu ríkiseigna. Hjúkrunarheimilið verður rúmlega 4.000 fermetrar að stærð og mun hýsa 69 hjúkrunarrými. Áætluð verklok og afhending byggingarinnar er á vordögum 2027, svo það er svona farið að hylla undir það að það reisi þarna stórt og myndalegt hús, verði reist, segi ég, þarna fyrir ofan heilsugæsluna á Húsavík. Og þessu tengd að þá veit ég það að stjórn dvalarheimilis aldraðra Hvamms er á fullu í því að vinna að áætlunum það hvað gera skal við húsnæði þess félags sem að mun þá losna þegar að hjúkrunarheimilið tekur til starfa og við fáum fréttir af því síðar. En þetta var nú svona það helsta og ég bara þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta. Gerður, vill einhver taka til máls undir þessum lið? En við varaoddvita þakkir fyrir umfangsmikið og gott starf til þín og starfsfólks. Við þökkum bara fyrir þetta. Þetta er hér þarf ekki að samþykkja eitt né neitt. Heldur bara fagna þessu framgangi öllum. Næsta mál á dagskrá er ársreikningur 2026 Þingeyjarsveitar ársreikningur Þingeyjarsveitar fyrir árið 2025. Fyrir sveitastjórn liggur til síðari umræðu ársreikningur Þingeyjarsveitar fyrir 2025. Ég ætla aðeins að tæpa hérna á helstu atriðum í samantekt. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins í A og B hluta var að jákvæð sem nam 254 milljónum króna og rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð sem nam 198,8 milljónum króna.
Samkvæmt fjárhagsáætlun 2025 með viðaukum var gert ráð fyrir 104,8 milljón króna rekstrar niðurstöðu í A og B hluta. Niðurstaðan er því 149,2 milljónum hagstæðir en áætlað var. Samanlagðar rekstrar tekjur í A og B hluta á árinu námu 3.041,8 milljónir króna og þar af námu rekstrar tekjur A hluta 2.825,6 milljónir króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir 2025 með viðaukum var gert ráð fyrir rekstrartekjum sem næmu 3.075,5 milljónir króna í A og B hluta og rekstrartekjur eru því 33,7 milljón krónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir eða sem nemur 1,1%. Rekstrargjöld A og B hluta, þar að segja laun og launatengd gjöld og annar rekstrarkostnaður, námu samtals 2.602,4 milljónir króna á árinu. Þar af eru laun og launatengd gjöld 1.578,6 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður er 1.023,8 milljónir króna. En fjárhagsáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir rekstrargjöldum sem næmu 2.747,3 milljónir króna og þar af væru laun og launatengd gjöld 1.544,1 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður áætlaður 1.203,2 milljónir króna. Laun og launatengd gjöld ársins eru því 34,5 milljónir yfir því sem áætlun gerði ráð fyrir og annar rekstrarkostnaður er 179,4 milljónum króna lægri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Fjöldi ársverka hjá sveitarfélaginu voru 115 og fjölgaði þeim 5 milli ára. Afborganir langtímalána námu 148,3 milljónir króna á árinu en áfallnar verðbætur 40,7 milljónir króna. Engin ný lán voru tekin á árinu og er því heildarlækkun langtímalána 107,6 milljónir króna að teknu tilliti til áfallinna verðbóta. Samkvæmt sjóðstreymis yfirliti samstæðu á árinu 2025 nam veltufé frá rekstri 371,9 milljónir króna á móti 361,6 milljónum króna á árinu 2024. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 206,3 milljónir króna á árinu. Eigið fé í árslok var 1.646,5 milljónir króna fyrir A og B hluta samanborið við 1.321,4 milljónir króna árið áður. Eigin fjárhlutfall A og B hluta nemur 48,6% í árslok en sama hlutfall í lok árs 2024 vantanlega var 42,1%. Veltufjárhlutfall hækkar milli ára og er núna 0,94% en var 0,78% í lok árs 2024. Skuldaviðmið A og B hluta samkvæmt reglugerðum fjármál sveitarfélaga er 41% í árslok en var 50,6% í árslok 2024. Skuldahlutfall sveitarfélagsins A og B hluta er 57,1% í árslok 2025 en var 66,7% í árslok 2024. Í ljósi niðurstöðu ársreiknings ársins 2025 er full ástæða til bjartsýni til framtíðar. Sveitarstjórn vill færa stjórnendum og starfsmönnum bestu þakkir fyrir þeirra framlag til ábyrgs reksturs og góðrar þjónustu. Sveitarstjórn þakkar einnig endurskoðendum fyrir gott samstarf við gerð ársreikning. Þau ykkar, það er ekki að bera, já fyrirgefðu, vill einhver taka til máls undir þessu lið? Gerður, eins og vel. Já, takk oddviti. Reksturinn á síðasta ári var mun betri heldur en svona það sem við lögðum upp með. Það er bara mjög ánægjulegt. Það er ekki oft sem að við erum undir áætlun, en það tókst núna. Segir okkur það að það þarf ekki alltaf að eyða hverri krónu sem áætluð er. Þetta er allavega besta afkoma nýja sveitarfélagsins.
á þessum 4 árum síðan að það var til þess stofnað. Og eins og framkom hér áðan að þá voru tölverða fjárfestingar á síðast árið 250 milljónir og auðvitað hefðu þær þurft að vera meiri, það væri gott ef þeir hefðu getað verið meiri, en þetta er nánast það sem að reksturinn skilaði í fjárfestingar, af því að það er þetta veltu fé frá rekstri sem þarf að standa undir afborgunum lána og fjárfestingum. Og það gerir það sem að en auðvitað höfum við alltaf þörf fyrir meiri fjárfestingar heldur en það sem við erum að leggja í, og það sést bara á því að það mætti sinna ennþá meira viðhaldi bæði á veitum og fasteignum sveitarfélagsins. En helstu framkvæmdirnar á síðasta ári þær voru, eins og ég segi, í viðhaldi og endurbótum á húsnæði, lögnum og þess áttar. Það var ekki farið í neina stór fjárfestingar og það er einmitt með þetta veltu fé frá rekstri. Það voru 324 milljónir á móti 277 milljónum árið áður og árið 2022 var það 141 milljón. Þannig þetta er besti árangur sem náðust hefur og í rauninni má hann ekki vera minni en þetta til þess að geta þó gert það sem við erum að gera. Það er þó nokkur óhjákvæmilegu kostnaður framundan, eins og meðal annars kannski það sem að brennur mest á okkur, það er mjög mikill endurnýja kostnaður í veitum framundan og síðan er það óhjákvæmilegt að við gerum eitthvað í slökkvistöðvarmálum í Mývatnssveit. Þar við erum búin að vera þar og rauðu hjá HMS eftirlitinu mjög lengi og það er varla forsvaranlegt að vera það mikið lengur. Og það eru ýmsir liðir líka svona sem maður er alltaf að velta fyrir sér, hvar er hægt að draga saman, hvernig getum við bætt reksturinn, og það verður ekkert gert svona bara með annari eins og maður segir, en það eru mjög margir liðir sem er hægt að skoða og það ætti að vera hægt að ná meiri hagræðingu. En þó það er eins og félagsþjónustan, kostnaður við hana fer örlítið hækkandi, það er ekki það að skjólstæðingu sé að fjölga, heldur bara verkefnin eru flóknari, þau eru fleiri og flóknari. Svo er það þessi klassíska spurning sem við höfum lengi velt upp, og ekki bara þessi sveitarstjórn heldur held ég allar, hvernig getum við hagrætt fjárhagslega í fræðslumálunum okkar? Getum við með samstarfi skólana, getur það skilað einhverju fjárhagslegri hagræðingu án þess að það komi niður á annars bara mjög sterku og frábæru skólastarfi? Þetta er allt saman bara spennandi þættir sem að bíða bara næstu sveitarstjórnar. En á skuldaliðinni þá hefur náðst gríðarlega góður árangur þar að mínu mati á þessu kjörtímabili. Langtíma skuldirnar hafa haldið áfram að lækka, enda hafa engin ný langtímalán verið tekin á undanförnum árum og heildarskuldirnar þær námu 1396 milljónum núna í lok árs 25. Þessi árangur hann skila sér í bættu skuldahlutfalli og skuldaviðmiði. Hlutfalli hefur lækkað úr 80,2% sem hann var 2022 og niður í 57% sem að telst bara vera verulega gott, og það sýnir að sveitarfélagi hefur svigrúm. Skuldaviðmiðið samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga er 41% núna. Það var 73% í lok árs 22, þannig að þetta ber þess vitni að staðan er mun betri, sveitarfélagi betur í stakk búið til að takast á í framtíðina. En það var það alltaf markmiðið að nota þetta kjörtímabil til þess að stilla saman strengi og svona gera sveitarfélagi, þetta nýja sameinaða sveitarfélag, sterkt inn í framtíðina. Og ég held að við getum öll klappað okkur á bakið fyrir þennan árangur sem hefur náðst. Hann er góður þessi árangur og ábyrg stjórnun fjármála, þetta eina frumskildum sveitarfélaga. Það þarf að geta horft til langs tíma
og geta séð fram á það að sinna sínum lögbundnu hlutverkum til langstíma. Og til þess að reksturinn sé sjálfbær þá þarf eðlilegt jafnvægi að vera á milli tekna og gjalda. Það er þess vegna sem við þurfum alltaf að vera að skoða gjaldahliðina, hvar við getum mögulega hagrætt. Tekjurnar eru meira eitthvað sem að við höfum lítið að segja. Rekstra afgangurinn hann þarf að geta staðið undir þessu nauðsynlegu framkvæmdum og greitt afborganir af hóflegri skuldsetningu. Þetta er ekkert flókið, þetta er bara eins og með heimilisreksturinn. En ég tel að sveitarstjórn hafi haldið öllum þessum þáttum í jafnvægi þó svo umfangsmikill rekstur sveitarfélagsins þyrfti að geta skilað enn meiri rekstra afgangi. Það þarf að vera borð fyrir báru. Og ég segi bara við ykkur öll, bara til hamingju, mér finnst þetta góður árangur og ég færi starfsfólkinu hér á skrifstofunum mjög góðar þakkir fyrir þeirra framlag til góðs rekstrar. Takk fyrir þetta, Gerður. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég upp til samþykktar ársreikning Þingeyjarsveitar fyrir árið 2025, þau sem geta samþykkt þennan ársreikning vinsamlega skeiðmerki. Hann er samþykktur samhljóða. Næsta mál á dagskrá er lögreglu samþykkt fyrir Þingeyjarsveitin. Fyrir sveitarstjórn liggur til síðar í umræðu drög að lögreglu samþykkt Þingeyjarsveitar. Orðið er laust. Þetta ágætta skjal. Það vill enginn taka til máls. Þá er komin hér tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykir framlagða lögreglu samþykkt og felur sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu sviðs að senda hana til staðfestingar í ráðuneyti. Að lokinni staðfestingu ráðuneytis og auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda skal birta hann á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá varðar landskerfi bókasafna aðalfund. Fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarbóð landskerfa bókasafna HF. Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 12. maí klukkan 1400 í húsakynni félagsins að Katrínartúni 4, jarðhæð. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þetta er hér lagt fram til kynningar. Og næsta mál er trúnaðarmál, þannig að við lokum fundi.
Þá opnum við fund aftur klukkan 14:57. Næsta mál á dagskrá sveitarstjórnar varðar skriðuföll í Útkinn, landgræðslu áform, en já, Jóna Björg hefur vakið athygli á vanhæfi sín í þessu máli. Þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi Jónu Bjargar í málinu, vinsælast gefa merki. Vanhæfið samþykkt og Jónu Björg víkur af fundi 14:58. Á vormánuðum 2022 fékk Þingeyjarsveit greiddan 30 milljón króna styrk úr ríkissjóði til að sjá framkvæmd hreinsunar og uppgræðslu á svæðinu í samstarfi við heimamenn, þar að segja í Útkinn. Efla verkfræðistofa var eftirlitsaðili með hreinsunarverkefninu og var loka skýrsla þess kynnt á fundi sveitarstjórnar þann 16. apríl síðastliðinn. Fyrir liggur að eftirstöðvar styrksins frá 2022 nema 22.351.337 krónur sem áætlað að nýta til uppgræðslu skriðu svæðana. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Það komin fram tillaga bókun sem að hljóðar svo: sveitarstjórn felur umhverfisfulltrúa að semja tillögu að verkáætlun fyrir uppgræðsluna, þar sem meðal annars verði gerð grein fyrir helstu verkþáttum og forgangsröðun, kostnaðaráætlun og framkvæmdatíma, og leggja tillöguna fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Það líkur háa í kynningin. Jóna Björg kemur aftur inn á fundinn klukkan 15:00. Næsta mál varðar Þingeyjarsveit öryggisstefna gagna og tölvukerfa, en fyrir sveitarstjórn liggja til afgreiðslu drög að öryggisstefnu gagna og tölvukerfa Þingeyjarsveitar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Jóna Björg. Bara því fékkst ekki að tala á hann. Já, takk Oddviti. Hér fjallað öryggisstefnu í tækni og tölvumálum og þetta tilefnin talsvert. Við þurfum að gæta því og við vitum af því að sveitarfélög hafi lent í bara hreinlega árásum og mist gögn, og það alveg tilefni til þess að setja sér reglur. Það sem þurfum líka að huga að sveitarfélög eru kannski ólík hefðbundum fyrirtækjum, þar sem við erum með kjörna fulltrúa og við erum með fólk í nefndum, og það hefur bara brugðið þannig á, og stundum kerfið orðið það þungt að fólk á í vandræðum með að starfa í nefndum, fá aðgengi að gögnum. Þannig að ég bara hvet til þess að það sé huga því að aðgengi fólks sé með einföldum hætti. Þá vil ég líka leggja fram fyrirspurn varðandi eina grein í öryggisstefnunni sem að hann lá fyrir sveitarstjórn, sem ekki sú sem heitir kynningar, og það talað miðlæga stýringu á persónulegum tækjum, eða hvernig það talað miðlæga stýringu á tækjum, og ég spyr hvort hún ái þá jafnframt til persónulegra tækja útfærðra samkvæmt BYOD sem að stendur fyrir Bring Your Own Device stefnu. Sú stefna liggur svo sem ekki alveg fyrir, en það náttúrulega þannig að sveitarstjórnum fólk sérstaklega, það krafist þess að við séum viðlátin og svörum skilaboðum. Til þess að þurfum að hafa tölvupóstinn settan upp á tækjunum okkar. Erum við þar með að lúta því að tækjun okkar séu miðlægt stýrt af tölvu fyrirtæki sveitarfélagsins. Þannig að ég bara tel rétt að spyrja út í þetta, af því að við fáum sveitarstjórnarfólk fær vissulega tölvu sem bara mjög vel varin og þar eiga gögnin ekki að fara neitt á flakk, en sum okkar þurfa að nota okkar persónulega tæki. Þakka þér þessa spurningu, Jóna. Ég
veit ekki svarið, við höfum ekki svarið, en við skulum taka þetta taka þetta til skoðunar í málinu. Þetta er auðvitað þannig eins og þú segir, við erum að leggja okkur til tæki sem verða svo einhverjum skilyrðum háð sem við höfum lítið að segja. Að því sögðu vil einhverju fleiri taka til máls þetta. Svo er ekki. Við setjum spurningu Jónu Bjargar bara í ítarbókun til skoðunar. Þá er komin fram tillaga varðandi öryggisstefnuna. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að öryggisstefnu, gagna og tölvukerfa sveitarfélagsins og felur sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að birta þeirra heimasíðu og skipuleggja kynningu fyrir starfsmenn. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun við sem það geðmerki, hún er samþykkt samhliða. Næsta mál á dagskrá varðar skóladagatal grunnskóla Þingeyjarsveitar, en fyrir sveitarstjórn liggja til samþykktar skóladagatöl grunnskóla Þingeyjarsveitar. Fræðslu- og velferðarnefnd samþykkti skóladagatölin á fundi sínum þann 22. apríl 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, hér er þá lögð fram til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlögð skóladagatöl grunnskóla Þingeyjarsveitar og þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun við sem það skilur merki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá varðar fjárhagsáætlun 2026 viðauka, en fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 2 við fjárhagsáætlun 2026. Viðaukinn er í 3 liðum. Í fyrsta lið er að ræða breytingu á fjárfestinga áætlun ársins, en verið er að hækka framlag til eignasjóðs að upphæð 6,6 milljónir króna vegna Þingeyjar. Í öðrum lið er verið að hækka framlag vegna eignasjóðs viðhalds fasteigna við þaks að Ídölum að upphæð 4 milljónir króna og færist að deild 31 eignasjóður. Í þriðja lið er verið að hækka framlag að upphæð 6,4 milljónir króna vegna barnaverndar og færist sá liður á málaflokk 02 barnavernd. Allir liðir viðaukans eru fjármagnaðir af handbæru fé. Það vil líka taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, og þá er lögð fram hér til að bókun þar sem sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun 2026. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun samhljóða, eins og það skilur merki, og hún er samþykkt samhljóða. Næsta mál er Þingeyjarsveit og samningar við ungmenna íþrótta og æskulýðsfélög. En fyrir sveitarstjórn liggja til afgreiðslu og samþykktar samningar við íþróttafélög í Þingeyjarsveit. Og vill einhver taka til máls undir þessum lið? Já, Eyþór. Oddviti, við í Íþrótta- og tómstund- og menningarmálanefnd höfum unnið aðeins að þessu samningum og þeir eru núna komnir og ég bara geri það tillögu minni að við sendum þá inn í nefndina til umfjöllunar áður en að sveitarstjórn samþykki þá eða þá hafniðum. Takk fyrir þetta, Eyþór. Vill einhver annar, eitthvert annað ykkar taka til máls? Svo er ekki, þá er komin hér lögð fram hér til að bókun. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar fagnar því að lögð hafa verið fram drög að heildstæðum samningum við æskulýðs- og íþróttafélög í sveitarfélaginu. Í drögunum er lögð áhersla á að bæta aðgengi félaganna að fasteignum sveitarfélagsins, jafnframt því sem stuðningur við starfsemi félagana er aukinn með það að markmiði að efla og styrkja það góða og mikilvæga starf sem framfer á þeirra vegum. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með fyrirliggjandi drög og vísar þeim til umfjöllunar í Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunu í sinna skefmerki, það er samþykkt samráða. Næsta mál að dagskránni er trúnaðarmál og því þurfum að loka fundi aftur.
Þá erum við komin aftur, klukkan er 15:20, opnum fund og höldum áfram. Næsta mál á dagskrá varðar félagsþjónustu Norðurþings, en fyrir sveitarstjórn liggja drög að samningi við félagsþjónustu Norðurþings að ræða endurnýjun samnings sem sveitarfélögin á svæðinu hafa gert við Norðurþing almenna félagsþjónustu frá árinu 2006. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er lögð hér fram tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að samningi við félagsþjónustu Norðurþings með þeim fyrirvara að samningsaðilar geti endurskoðað samninginn komi til breytinga á forsendum hans á samningstímanum. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókunin sem það skefur merki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar aðalfund Veiðifélags Skjálfandafljóts A-deild, en fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð frá Veiðifélagi Skjálfandafljóts í A-deild. Fundurinn verður haldinn 12. maí í ljósendingabúð klukkan 20. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er komið hér tillaga að bókun, en þar sem bókunin hljóðar svo að þar sem fundarboð er stílað á héraðsnefnd Þingeyinga vegna eignarhluta í Þingey, tilnefnir sveitarstjórn Árna Pétur Hilmarsson til setu á fundinum og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að leita samþykkis annarra sveitarfélaga innan héraðsnefndar. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókunin sem það skefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Næsta mál er erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, en fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni 595. máls umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis tillögu til þingsályktunar loftslagslög. Frestur til að senda inn umsögn er til og með 8. maí næstkomandi. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Næsti liður varðar ungmennaþing SSNE 2026, en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ályktun ungmennaþings SSNE sem haldið var 15. apríl síðastliðinn, en hún hljóðar svo: Ungmennaþing SSNE 2026 skorar á sveitarstjórnina og framboð til sveitarstjórnar á Norðurlandi eystra að tryggja að ungmennaráð verði virkur og eðlilegur hluti af ákvörðunartöku sveitarfélaga. Ungt fólk vill taka þátt, láta í sér heyra og hafa áhrif, sérstaklega í málefnum sem snerta líf þeirra, aðstæður og framtíð. Ungmennaráð eru mikilvægur vettvangur fyrir slíka þáttöku og eiga ekki verið til málamynda heldur raunveruleg rödd í stjórnsýslu sveitarfélagana. Ungmennaþingi leggur áherslu á að ungmennaráð fái skýrt hlutverk og raunverulegt umboð. Ungmennaráð séu höfð með í ráðum þegar fjallað um málefni er varða börn og ungmenni, skýrar boðleiðir séu milli ungmennaráða, nefnda og sveitarstjórna og að tekið sér mark á tillögum og sjónarmiðum ungmennaráða með skýrum svörum og eftirfylgni. Ungmennaþing SSNE hvetur framboð til sveitarstjórna til að gera þáttöku ungmennaráða að skýrum hluta af stefnu sinni og sýna í verki að rödd ungmenna skiptir máli. Virkt lýðræði byggir á því að ungt fólk hafi tækifæri til að hafa áhrif, ekki aðeins í framtíðin heldur hér og nú. Þetta var hér lesið til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Næsta mál varðar skrifstofu Þingeyjasveitar breyttan opnunartíma, en frá 1. maí 2026 breytist opnunartími skrifstofu Þingeyjasveitar í tengslum við vinnutíma styttingu starfsfólks. Skrifstofan verður opin eins og áður mánudaga til fimmtudaga frá 9 til 15, en á föstudögum verður opið frá 9 til 12. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er lögð hér fram til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir breytingu á opnunartíma skrifstofu Þingeyjasveitar vegna vinnutíma styttingar starfsfólks. Skrifstofan verður opin eins og áður á mánudag og fimmtudaga frá 9 til 15, en á föstudögum frá 9 til 12. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skilið merki. Það er samþykkt samhljóða.
Næsta mál varðar aðalfund atvinnueflingar Þingeyjarsveitar en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ársreikningur atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ásamt aðalfundar gerð. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. Næsti liður varðar farsældaráð Norðurlands eystra fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 5. fundar farsældaráðs Norðurlands eystra frá 8. apríl síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. 23. mál varðar heilbrigðisnefnd Norðurlands svæðis eystra en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 247. fundar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 15. apríl síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, sá hvað var snöggur, ég heyrði ykkur ekki. Lagt hér fram til kynningar. Síðast en ekki síst er hér frá sambandi íslenskra sveitarfélaga en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 997. fundarstjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 17. apríl síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, lagt hér fram til kynningar. Fleira er ekki gert og fundið er slitið klukkan 15:26. Kærar þakkir.